Hi on this beautiful Monday. Yes. And it's coming a new year. Yeah. The year's been like going fast for me, Martini, and Kenneth MacDonald. We have been a team together and spreading the good news. And I send my love to my brothers, Ken and Martini, my big strong brother Martini. He's always in the bodybuilding shows. And I sent my love to their families and have a great Monday, and I know it's gonna be a great year for us, spreading the good news. And love to your families. We love you from Iceland, our friends. And now we're gonna start this like we always do. We are gonna start this with a little prayer. Eins og vanalega þá ætlum við að byrja þetta á litli bæn, og eins og ég nefndi hér að þá var ég að senda spjallskveðjur til vina mína sem að bera út orðið, og árið búið að líða hjá okkur hratt og við erum búin að vera inni við að bera út góðu fréttirnar, og næsta ár mun vera æðislegt fyrir okkur. Eins og við vitum, Guð blessar allt og Guð blessar okkur, og vinátta, hún kemur á ýmsa máta og alltaf yndislegt þegar það skilur í gegnum Guð. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, and everybody say amen on this beautiful Monday. Amen. And now, like always, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Ég elski Jesús, við leggjum þessu stundi þínu hendur. Heilagur andi, við blessu varur okkar og gefa þeim sem heima að hlusta frið í huga sinn og hjarta sitt og okkur öllum, og blessur okkur öll. Í Jesú heilaga nafni, amen. Ég ætlum að lyfta 5 nöfn upp í náðuna. We're gonna lift a 5 name up to grace. Við ætlum að lyfta upp Óla, Óskari, Margréti, Lindu og Ingþóri. Yeah, and we ask you to ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are dealing with. Like you know, if we pray, God answers our prayers. Eins og við vitið að náttúrulega biðja ykkur að biðja fyrir þeim nöfnum sem við nefndum hér, og biðja Guð að blessa þau, biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og hjálpa þeim með það sem hjálpa þarf, og eins og við vitum að Guð ansar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Monday. And I was choosing what I wanted because I wanna read the scriptures, and then I'm gonna change a little bit and talk a little bit about some different things, and but I'm gonna start to read from the Act, Postulasagan, and I'm gonna start there today. Ég ætla að lesa í Póstulasögunni og ég ætla að byrja á fyrsta kafla í dag. Og fyrir sögu mína, Þefóníus, samdi ég allt sem Jesú gjörði og kenndi frá upphafi. Allt til þessa dags hann gaf postulunum sem hann hafði valið fyrirmæli sín fyrir heilagan anda og var uppnuminn. Þeim birti hann sig lifandi eftir písl sína með mörgum óræktum kennimerkjum, lét á sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki.
hann var með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur biðja eftir fyrirheiti föðursins, sem þér, sagði hann, hafið heyrt mig tala því að Jóhannes skírði með vatni, en þeir skulu skírði verða með heilugum anda, nú innan fárra daga. Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yðar að vita tíma eða tíðar sem faðirinn setti af sjálfsins valdi, en þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður, og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýr huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himnisins á eftir honum, þegar hann hvarf, þá stóð hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíumenn, því standið þér og horfið til himnisins. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himnisins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himnisins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem. Hvíldardagsleit þaðan þeir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Pétur, Jóhannes, Jakob, Andrés, Fílipus, Tómas, Bartólómeus, Mattheus, Jakob, Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Allir þessir voru með einum huga stöðir í bæninni ásamt konunum. Maríu, móður Jesú, var líka með þeim og bræður hans. Á þessum dögum stóð Pétur upp meðal bræðranna þar var saman kominn flokkur manna sem 120 að tölu. Hann mælti, bræður, rætast hlaut ritning sú heilagur andi sagði fyrir munni Davíðs Júdas sem vísað leið þeim tóku Jesú höndum. Hann var í vorum hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti reit fyrir laun ódæðir síns, steypti á höfðið og brast sundur í miðju, svo iðrin öll féllu út. Þetta var kunnugt öllum Jerúsalemsbúum og reitur sá kallaður tunga þeirra Akeldemak. Það blóðreitur, ritaður í Sálmónum. Bústaður hans skal í eyði verða, enginn skal í honum búa og annar taka embætti hans. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð meðan drottinn Jesús gekk inn og út voru á meðal. Allt frá skírn Jóhannesar til þessa dags hann var uppnuminn frá oss, verður nú að gjörast vottur upprísu hans ásamt oss. Og þeir tóku svo til Jósef, kallaði Barabbas, öðru nafni Justus, og Mattías báðu fyrir og sögðu, Drottinn, þú sem þekki hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið til að taka þessa þjónustu og postuladóm sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar, var hann tekinn í tölu postulana með þeim 11. Í Jesu nafni, amen. Amen. And now we are gonna play this in King James 16:11, so we got it right.
King James, svo þetta sé rétt, 1611. Acts of the Apostles, chapter 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up. After that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zealots, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry. Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as that field is called in their proper tongue, Alceldama, that is to say, the field of blood. For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Wherefore these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. And they appointed 2, Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, show whether of these 2 thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say, amen on this beautiful Monday. Amen. And may God bless you on this beautiful Monday. May Guð bless ykkur á þessum yndislega mánudegi og nú ætlum ég að gefa það séns á því að þú hefur ekki tekið við Guði í hjarta þér að hafa þessi orð eftir mér að Guð lofar því að þú trúir því sem ritað er hér að og hefur þau orð eftir mér og trúið í hjarta þér að þá ertu hópinn. And now I'm gonna read the salvation prayer, and
if you have these words after me and you believe them in your heart, then God promised to come into your heart and save your soul, and He's gonna do everything for you because He loves you. Yes. Því hann elskar þig og því gerir hann þetta fyrir þig. Í Jesú nafni, amen! Jesús amen. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að dóst á krossinum fyrir syndir mínar Ég trúi að þú ert á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt reynsar mig af allri synd. og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri manneski í þér. og gerði mig að nýrri manneski í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þig Jesús Þakka þér Jesús fyrir að með blóðu þínu er ég hreinsaður, fyrir að með blóðu þínu er hreinsaður, fyrirgefinn, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Amen. And now I'm gonna read this in English, so this word after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sin. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Thank you, Jesus, Jesus, that through your blood I am cleansed, that through your blood I am cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. And everybody say amen on this beautiful Amen. Monday. Yes. And now my wife is gonna close this with the prayer that God taught us. Faðir vor, Og Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. And remember, tell your family that you love them and pray for your neighbor. Tell your neighbor you love him and pray for your enemy and love your enemy, and then God is going to bless you. Og munið, segið við fjölskyldu ykkar að þið elskið þau og segið einnig við náungan að þið elskið hann og biðjið fyrir náunganum og elskið einnig óvinnin ykkar og biðjið fyrir óvinnin ykkar og þá mun svo sannlega Guð bless ykkur í Jesú heila nafni. Amen. And everybody say amen. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi and we love you here from Iceland and we see you tomorrow. Yes. Love from Bye. Iceland.